Já, komið sælætur. Við sitjum hérna, ég og Þorsteinn Pálsson. Vertu velkominn, Þorsteinn. Takk að fyrir. Og nú reyndur úr pólitíkinni. Tekið það mörg hlutverk. Já, ég missi. Já, stýrt mörg úr ráðuneytum. Já. Fórum með 5 ef ég man rétt. Eitthvað svoleiðis, já. Já, en hérna stjórnmál dagsins. Sko, þú ert einn af þeim sem að yfirgáfu Sjálfstæðisflokkinn vegna Evrópumálana. Og þannig var Viðreisn til. Já, það svona við stóðst í mjög stór ákvörðunar þáttur í því að hún var til. Það var ágreiningur Evrópumálin. Já, hér hafa menn sagt, sko, flokksmenn, sko, í Sjálfstæðisflokknum, þeir hafa sagt að Evrópusinnu var raunverulega bara ítt út úr flokknum. Þau verður bara að fara. Já, þetta gekk eiginlega þannig fyrir sig að það var búið að gefa fyrirheit það að þjóðin fengi að taka þá ákvörðun hvort það yrði farið í viðræður, það yrði þjóðaratkvæðagreiðsla og við vildum bara halda okkur við það og sætta okkur við það með stóðstu mörg hver en svo var það rofið og þá var raunverulega ekki hægt að halda bara aftur af vilja fólks til þess að gera þetta og stíga þetta skref og það var bara eitthvað sem hlaut að gerast fyrst að það var ákveðið að rjúfa þetta samkomulag. En var þetta ekki þung spor fyrir þig sem fyrrverandi formann flokksins? Já, mjög svo, mjög erfið og ekki, það var bara, sannarlega þung skref en þetta var viðfangsefni og viðfangsefni sem mér finnst að við þurfum að takast á við og horfast í augu við og reyndar eru nú aðstæður þannig í dag að þetta enn brýnna og mál og áleiknari spurning en jafnvel á þeim tíma. Já, Vilhjálmur Egilsson félagið þinn, hann hefur sagt hérna, ég vil bara fá minn gamla Sjálfstæðisflokk aftur og nefnir þá líka til þess að leiki við til miðflokksins og fleira en hérna sko, það sem hérna Viðreisn mjög sterka stöðu eftir kosningarna síðust. Já. Gáttu samið bara eins og Framsókn hefur oft verið í þeirri stöðu að semja við hvorum megin sem Jú, en ég held að málefnin hafi alfarið ráðið niðurstöðunni og ég hef svona trú á því að það muni ganga vel. Já, en sko Viðreisn kemur mjög sterk út úr stjórnarmyndunum viðræðum, með sko utanríkisráðuneytið, fjármálaráðuneytið, alla atvinnuvegina og dómsmálaráðuneytið. Já. Þetta Smári bróðir sagt að þetta væri bara eins og Sjálfstæðisflokkurinn hefði mátt velja sko í konflikastónum. Já, en þegar þú horfir á ríkisstjórnina í heild þá held ég að ráðuneyti hafi skipast á milli flokkana svona í mjög góður samræmi við þau mál sem þeir lögðu og hafa lagt helsta áherslu á. Þannig að ég held að hinir samstarfsflokkarnir geta líka sagt við fengum þau ráðuneyti sem skipta okkur mestu máli. Og þannig að ég held að því leyti hafi þetta líka verið svona skipting sem bara tókst vel því að það þurfa allir að vera sáttir í svona samstarfið við sinn hlut og mér sýnist það hafa tekist vel. En nú sko ríkisstjórnin nú ekki gömul en það hafa verið mjög mikil og beitt fréttaskrift Ingu Sæland og flokk fólksins. Menn hafa séð að hún væri kannski veikast til hekkurinn í keðjunni og hafa svolítið verið að bomber á hana. Finnst það ekki? Jú, þau hafa lent í skotlínunni umfram aðra þessar vikurnar en flokkar sem fari ríkisstjórn verða auðvitað að vera undir það búnir og það getur verið einn stjórnarflokkur í dag og annar á morgun. Við þekkjum það bara langri reynslu að það sveiflast til og frá. Já, en hérna sko þegar það verið nefna áðan að Viðreisn verði svona til vegna Evrópumála í Sjálfstæðisflokknum
Ég er ekki að segja að það hafi eingöngu verið mál, en það var alveg klárlega svona það málefnasvið sem réði mestu. Já. En það kom fólk úr öllum áttum, þannig að þetta ekki, þessi flokkstofnun var ekki þannig séð beinlínis klofningur út úr sjálfstæðisflokknum og mjög margir hafi komið þaðan, en þá kom fólk úr ýmsum öðrum áttum sem vildi leggja áherslu á þessi mál og fannst að það skorti svona afl á miðjunni, frjálslynt afl á miðjunni í íslenskri pólitík. Þannig að ég held að það sé sko líka misskilningur að horfa á þetta sem eitthvað klofningsflokk. Nei, já, ég er ekki heldur að sjálfstæðisflokkurinn sveik þá þetta loforð að þeir í þjóðaratkvæðagreiðsla sem verður til þess að vegna þess sem hann sagði að fólki það fara margir og ganga til liðs við svona hreyfingu sem var svona ólgandi undir niðri, sko. En hvað við heyrið að ég að þú ert bjartsýnn fyrir hönd ríkisstjórnarinnar? Já, ég er það. Ég held að þetta sé nokkuð og verði nokkuð öflug stjórn. Já, það náttúrulega... En auðvitað veit enginn, sko, frekar en endra nær, og allt getur gerst og allt það, en þetta það eru strax náttúrulega mikil umskipti í því að fólk finnur að þetta samhentari stjórn og samkomulagið á traustari grundvelli, það byggir ekki á því að ýta málum til hliðar hver fyrir öðrum, sko, og ég held að takast bara á við þau og finna raunverulega lendingu en ekki þannig að því leyti eru þetta mikil umskipti og breyting og öflugri stjórn. Já, líka svona fín ásýnd á þessu, það er 3 ár að samkomuna milli þeirra virðist vera fínt og maður verður ekki var við annað. Vinkonur. Maður verður ekki var við annað. Nei. Og það takið þetta af mikil alvöru. Já. Það er nú aðeins einn ráðherra sem hefur gegnt ráðherraembætti áður, það er Þorgerður Katrín. Já. Þannig að hún er lífseig í þessu. Já, hún hefur náttúrulega bara staðið sig líka mjög vel og bæði brennur fyrir þessu. Ég held að þurfi svona ákveðna hugsjón og til þess að ná flokki eins og Viðreisn á þennan stað og brennandi áhuga og það hefur bara tekist vel. En auðvitað er það svoleiðis að reynsla skiptir máli þegar að ríkisstjórnir eru myndaðar, en einhvern tíma verða allir að byrja. Það er sko núna í kvöld verður stefnuræðan og Alþingi þá sett bara í vikunni að byrja að starfi í vikunni. Þá kannski breytist ýmislegt. Það eru stjórnarandstæðingar, þeir munu ekki láta þau alveg í friði sem er í stjórninni. Það hefur aldrei verið þannig við stefnuræðu. Það hefur alltaf verið tekist á. Já, svo í framhaldinu, bara í vikunni, þá byrjaði að koma fram mál væntanlega. Já, og það verður fróðlegt að sjá hvernig stjórnarandstaðan tekur á málefnum ríkisstjórnarinnar. Og þannig að en það er svo sem ekkert, það er ekkert nýtt við það. Nei, en sjálfstæðismenn, Bjarni Benediktsson, hann var búinn að boða bara harða stjórnarandstöðu. Það er bara og allt í góðu með það, en hvers efnis er svo harka, það er raunverulega spurningin. Þetta er ríkisstjórn sem eiginlega kjarninn í stefnu þessara ríkisstjórnar er ábygg ríkisfjármálastefna og leið auðvitað
markviss stefnumörkun að halda þannig á málum að það geti skapast raunhæft svigrúm til þess að auka velferðarútgjöldin. En ábyrg ríkisfjármálastefna númer 1. Ábyrg stefna í utanríkismálum og sannfæring fyrir nauðsyn og erlendu samstarfi annað og skilningur á því að við þurfum að hafa öflugt dómsmálaráðuneyti og lögreglu og dómstóla til að tryggja hér réttlátt samfélag. Alla stjórnur og andstöðuflokkarnir að fara gegn þessari stefnu á harkan að beinast gegn þessum grundvallaratriðum. Ég held að það verið fróðlegt eða ætla þeir að finna upp á einhverju nýju og fara í einhverju aðrar áttir. Þannig að ég held að menn þurfi svolítið að skoða efni þess sem þeir ætla að segja. Harkar getur verið og svona, hún fljóta að fjúka ef það ekki traustur málstaður á bak. En það eflaust verið að notuð svona hvert tækifæri sem býðst til að eins og oft hefur verið að til að reyna að bregða fæti fyrir ríkisstjórn ég meina það verða allir sem sitja í ríkisstjórnar að vera tilbúnir til þess að takast á við það. En svo, sko, þetta málið núna og ríkisstjórnin mynduð og það virðist vera gott samkomulag þar og allt góðu, en þá, við bara bíðum. En svo í borginni, þar alltaf fljúgandi ferð. Já, það virtist bara svona nokkuð skyndilega að springi loftu upp. Það kom hann óvart. Eins og Einar hafi bara gert í degið sitt, sko. Þetta að reyna ekki að laga þetta. Framsókn var náttúrulega komin í þá erfiðu stöðu að skoðanakannanir sýndu fylgishrun og held ég í síðustu skoðanakönnun sem ég sá voru þeir ekki með neinn mann inni og ég svona býð nú í grunn hvað sem fólk að segja fram og tilbaka þá sé það nú hinn raunverulega ástæða þess að þetta sprakk. Það reyna að bjarga því sem bjarga verður. Bara... eða reyna eitthvað að skiptum gír eða eitthvað og þannig að þetta svona virkar ekki sannfærandi út á við. Nei, alls ekki. Svo 3,3% mældist Framsóknarflokkurinn með og enga manninni unnu ævintýralega sigur, fjögur sæti í borgarstjórn sem að Framsókn bara þekkir ekki í sinni sögu, frekar átt erfitt uppdráttar í Reykjavík. Mistu til dæmis báða ráðherrana sína sem voru þingmenn í Reykjavík og náttúrulega þingkosningunum var bara afhróð. Þannig að það sé vera að grípa til rífa einhvern neyðarheimil eða reyna að stúa þessu við með einhverjum hætti. Já, ég býður grunað að það hljótir að vera svona hinn raunverulega rót að þessum ákvarðunum. En það rétt sem þú segir að þetta var magnaður árangur hjá Framsóknarflokknum ekki bara í sveitarstjórnarkosningunum heldur líka í þingkosningunum árið áður og að Framsóknarflokkurinn hafi komið sér í þá stöðu að ná borgarstjóraembættinu í Reykjavík. Það nú eitthvað sem fáir höfðu fyrir nokkrum árum ímynda sér að væri hægt, þannig að þetta var mikill árangur. Af hverju hreinur þetta? Það kunna vera margar skýringar á því. En ég held að sé engin vafi að stór hluti þeirra kjósenda sem fór yfir á Framsóknarflokkinn í þingkosningunum 2021 og svo í bæjarstjórnarkosningum og borgarstjórnarkosningum hér í Reykjavík hafi verið fólk sem var svona frjálslyndir kjósendur sem voru alveg tilbúnir til þess að standa að ákvörðunum þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu. Og það hafi kannski ekki verið neitt brennandi mál en þá voru þetta greinilega kjósendur sem voru tilbúnir í þá vegferð. Síðan herðir Framsóknarflokkurinn raunverulega andstöðuna gegn þessu og ég held að það hafi átt svona sinn þátt í því að Framsóknarflokkurinn var í meiri vörn í síðustu þingkosningum og skoðanakannanir hafa verið mjög
þungar fyrir henni í borginni. Já. Þannig að ég held að þeir hafi ekki lesið kjósendahópinn sem kom til þeirra rétt. Nei. Ég held að þeir hafi ekki áttað sig á því að það þurfti að sinna þeim hópi með öðru heldur en að raunverulega ganga til baka, því að Framsóknarflokkurinn var nú með aðild að Evrópusambandinu á stefnusskrásinni fyrir rúmlega áratug síðan, það er nú ekki lengra. Nei, á því flokksþingi sem að Sigmundur Davíð var kjörinn formaður, þá samþykkti Framsóknarflokkurinn að sækja með aðild að Evrópusambandinu. Já. Og svo kemur Sigmundur, hann það ekki kjörinn formaður og var gaman, og svo snýst hann alveg öndar að gegn. Svo snýst þetta við. Já. Svo náður þessari miklu fylgisveiflu, en ég held að hafi lesið hug kjósendana vitlaust. Þetta voru ekki kjósendur sem voru að hverfa frá þeirri hugmynd að það væri réttaefna til þjóðaratkvæðagreiðslu heldur þvert á móti. Og ég held að þetta hafi verið mikil mistök hjá forystu Framsóknar að lesa ekki nýjan kjósendahóp rétt. Já, þannig að þeir sem kusuðu í þessum stóru sigrunum þeirra hafa þá skilað sér til Samfylkingar og Viðreisnar. Já, stórum hluta. Já. Stórum hluta. Það svona fljótandi fylgi. Þannig að og það bara, það eru hlutir sem þeir þurfa bara að horfast í augu við. Og ég held að þeir rétt ekki úr kútnum nema að lesa kjósendahópinn á miðjunni rétt. Framsókn gefur sig út fyrir það að vera á miðjunni, og að þú lest ekki kjósendahópinn á miðjunni rétt og höfðar bara til þeirra sem eru lengst til hægri, þá missir þú þessa stöðu. Og það er það sem hefur greinlega gerst. Já. Þetta slagorð þeirra er ekki bara best að kjósa Framsókn. Reyndist þeim mjög vel, þeir fiskuðu vel á það, bæði þingkosningunum og svo borgarstjórnarkosningum. Þá var þetta einfalda slagorð, er ekki bara best að kjósa Framsókn, og þeir fiskuðu vel á það. Já, en ef þú þetta kom fram í kosningunum 2021 en lengst framan af í þeirri kosningabaráttu var Framsókn langt niðri. Ég held, ég man nú ekki dagsetningar nákvæmlega, en ég held að það hafi ekki verið svona fyrir en bara 2 vikum eða svo fyrir kosningar að þeir fóru að sigla upp á við. Og þannig að það kann vel að vera að þetta slagorð hafi bara allt í einu farið að virka 2 síðustu vikunar. En ég er þeirra skoðunar að það hafi verið annað sem olli því að Framsókn fekk þessa uppsveiflu 2 síðustu vikunar, þegar einmitt á sama tímapunkti kom skoðanakönnun það að sósíalistaflokkurinn væri komin inn á þing og það væri hægt að mynda hreina vinstristjórn. Og ég held að það hafi myndast svona ákveðin hræðsla eins og stundum gerist við að slík stjórn yrði mynduð, og þá held ég að þetta slagorð hafi passað vel inn í þá mynd, er ekki bara best að kjósa Framsókn. Þá fáum við bara það sama áfram og það verður ekki verið en það. Ég held að ég hef svona allavega litið á framgang mála í þessum kosningum með þessum augum. Ég er ekki alveg viss um að þetta hafi verið svona ofur snjallt slagorð fyrir en að akkurat einhver svona staða kom upp og það passaði inn í einhverja svona smá hræðslubylgju sem var til í þjóðfélaginu. Þótt nú eru svona gömlu valdaflokkarnir, Sjálfstæðisflokkurinn aldrei verið minni og Framsókn aldrei verið minni, en svo vinstri bara þurrkað út. Já, tímabundið allavega. Og
en þetta nú sko þróun sem að gerast og hefur verið að gerast víðast í Evrópu og öllum Norðurlöndum. Það eru fleiri flokkar. Frjálslynd miðja hefur verið að skilgreina sig með svona sterkari hætti og þetta þróun sem að gerast mjög víða. Þannig að ég held að þessir gömlu flokkar, þetta bara breyting á flokkakerfi og ég held að menn ná ekki vopnum sínum með því að horfa alltaf tilbaka á það sem einu sinni var, menn þurfa að horfa inn í framtíðina og hún verður ekkit eins og fortíðin. Nei. Svo varðandi vinstriflokkana, þá held ég nú að þessir svona 3 flokkar sem 2 þeirra duttu út og 1 þeirra náði ekki inn sem en heldur nú kannski að átti nú allavega möguleika á því að ég held að þeir með einhverjum hætti hljóti að sameina krafta sína fyrir næstu kosningar. Það kemur mér óvart ef það gerðist ekki. Það búin að binda sig saman núna í borgarstjórninni, hérna sósíalistaflokkurinn og Vinstri grænn. Það sem sagt 3 sæti. Það kemur manni ekki á óvart. Nei. Og þannig að ég held að þetta sé að þessu leyti tímabundið ástand. Svandís Svavarsdóttir var hér í gær og hún var mjög ánægð með þetta að hérna VG og sósíalistar hefðu tekið þetta skref að koma fram sem eining. Já, en það hérna sko, hvað ætla ég að segja? En maður geta deilt það hvort að það er góð þróun fyrir samfélagið eða ekki. Það bara annar handleikur. En ég held að þetta sé þróun sem mjög líkleg. Já. En það nú deilda meiningar það, hvort þetta myndi gera samfélaginu gott eða ekki. Já, eðlilega. Ég meina að menn hafa bara mismunandi trú og eða mismunandi skoðanir á því hvaða pólitík hentar samfélaginu. Og þannig að það... Varðandi þess í borgarstjórninni, þarna VG og sósíalista, þá verið að tala um það að ef að færi allir nema Framsókn og Sjálfstæðisflokkur og þá verið að tala um Sönnu Magdalenu sem borgarstjóra. Já, nú hérna treysti ég mér ekki til að spá. Nei, ég held bara að segja þetta það sem í umræðinni. Já, ég held að þurfi eldgosafræðing til þess að spá það hvað kemur út úr. Já. Nei, hún þetta alveg sóma kona, það ekki það. Sko. En förum til útlanda. Með Trump bara fer allt á fleyferð. Það alveg ótrúlegar yfirlýsingar og hraðinn mikill. Og jafnvel einu sinni tvisvar á dag sem kemur eitthvað sem okkur bregður við. Já, þetta eru mikil umskipti og hann kemur miklu skipulagri, miklu betur undir búin og með betra skipulag heldur en síðast. En stóri vandinn að mínu áliti sá að hann að færa Bandaríkin til. Hann að færa þau út úr samfélagi þjóða sem vilja byggja á lýðræði, frjálsum viðskiptum og lögum og reglu í alþjóða samskiptum og yfir í samfélag þar sem þá sterkasti ræður, yfir í samfélag þar sem lögmál frumskóganis ræður. Og þetta bara grundvallar breyting á stöðu Bandaríkjanna og veldur ekki síst sko þeim þjóðum sem hafa verið í bandalagi við Bandaríkin sem forystuafl lýðræðisþjóða og forystuafl þeirra þjóða sem vilja frjáls viðskipti í heiminum. Að þetta svona setur þær þjóðir alveg í nýja stöðu. Já. Og svo koma svona yfirlýsingar sem eru bara fólki líkar alls ekki eins og þetta sem hann talaði Gaza að hreinsað upp og búið til ykkur ríveru og annað til þessu svona taka af Grænland með vopnavaldi. Þetta bara hluti af því að færa Bandaríkin
út úr því samfélagi þjóða sem þau voru í yfir í lögmál frumskógarins þar sem bara öflugasta dýrið ræður ferðinni og leikreglur gilda ekki og það svona siðferðishugmyndir samskipti milli þjóða gilda ekki lengur og þannig að þetta bara hluti af þeirri stóru ákvörðun. Maður verður eiginlega að meta allar þessar yfirlýsingar og allar þessar aðgerðir í þessu stóra ljósi. Já, en svo þetta ógn við svo marga. Það eru þjóðir til dæmis sem hafa verið svona vinaþjóðir og eins og segir saman í NATO og það er alls að vera að ræða þetta að hvernig maðurinn kemur fram og þessi tollamúra sem hann notar bara sem vopnir eða ekki, finnst það ekki en sé bara það er bara vopn þess sterka og byggir líka bara á andstöðu við frjáls viðskipti nema að sá sterki ráði því hvernig þau fara fram og við getum bara tekið okkur auðvitað sem dæmi að þessi breytta afstaða Bandaríkjanna gengur gegn ákveðnum svona grundvallarhagsmunum Íslands. Við eigum til að mynda mjög undir því að alþjóðlegt samstarf í loftslagsmálum það takist, bara fiskistofnanir okkar í verulegri hættu ef það tekst ekki. Bandaríkin að ganga gegn þessum grundvallarhagsmunum Íslands. Við eigum allt undir alþjóðlegum samskiptum, við flytjum út það sem við framleiðum og þurfum að kaupa annað inn og frjáls viðskipti og leikreglur þar sem smáþjóðir njóta verndar í alþjóðlegum samningum skipta okkur grundvallarmáli. Nú ganga Bandaríkin gegn þessum hagsmunum Íslands og þannig mætti lengi telja. Þannig að við þurfum svolítið að skoða okkar stöð og allar þjóðirnar í Evrópu í þessu ljósi. Vandinn auðvitað á hinn bóginn sá að Evrópa hún hefur verið og verður einhver tíma háð því að Bandaríkin séu tilbúin að verja fullveldi Evrópuríkjanna og við erum alveg í sömu stöðu og aðrar Evrópuþjóðir að þessu leyti og við eigum heilmikill hagsmuna að gæta að flytja afurðir út á Bandaríkjamarkað og reyndar að geta keypt vörur frá Bandaríkjunum. Þannig að það þarf að finna gott jafnvægi í viðbrögðum og það hefur held ég aldrei verið meiri þörf en eins og núna á sterkri og sameinaðri Evrópu og Ísland hefur aldrei haft jafn mikla þörf fyrir þáttöku í sameinaðri Evrópu af því að þessi hlutir eru allir á fleygiferð og reynslan hefur bara kennt okkur að við erum því sterkari bæði að því lítur á vörnum landsins en líka að því að varðar efnahagslega samvinnu þegar við erum í alþjóðlegu samstarfi og nú þurfum við á því að halda og þannig að við erum algjörlega á sama báti og aðrar Evrópuþjóðir að þessu leyti. Og ríkisstjórnin segir sem búin að gefa út vilyrði loforð að það er í kosningar 27. Ekki seinna en 27. Já, ekki seinna en 27. Hvort við viljum halda áfram aðeins. Mér sýnist nú að bara þróun alþjóðamála sé á þann veg að það geti verið skynsamlegt fyrir fólki í landinu að fá þessa þjóðaratkvæðagreiðslu fyrr en kannski skiptir ekki öllu máli hvort hún kemur einu ári fyrir það seinna en hlutir eru að gerast hratt ég ætla að segja það. Og ég held að fólki í landinu þá líka kröfu á því að það sé unnið hratt og brugðist hratt við og inn í þetta koma líka fjölmörg önnur atriði. Við sjáum að sko stór alþjóðleg fyrirtæki hafa lengi sko verið að
náð þeirri stöðu að þau hafa verið öflugri en fjölmörg ríki en núna eru þessi nýju alþjóðlegu tæknifyrirtæki orðin gífurlega stór og áhrifamikil og sum þeirra orðin hluti raunverulega á stjórnkerfi Bandaríkjanna, það getur ekkert greint þar á milli og þessi alþjóðafyrirtæki vilja setja leikreglurnar neytendavernd, samkeppnisreglur og raunverulega svipta þjóðríkin þessu valdi. Já, við heyrum hérna heima líka. Og Evrópuríkin ekkert þeirra nógu stórt til þess að geta eitt og sér tekið á móti þessu mikla afli. Þannig að þau verða að vinna saman ef þjóðríkin ætla að tryggja þegnum sínum fullveldisrétt til þess að ráða samkeppnisreglum og neytendavernd gagnvart þessu nýja afli í heiminum. Þannig að þetta er bara spurning fullveldi og lýðræði að þjóðir nái saman þessar leikreglur til þess að tapa þessu valdi ekki yfir í ólýðræðisleg alþjóðleg stórfyrirtæki og ég held að það sé mikið umhugsunarefni af því að ýmsir hafa talað þessi Evrópumál alfarið út frá svona 18., 19. aldar hugmyndum fullveldi og að það hefur aldrei verið mikilvægara út frá fullveldi sjónarmiðum að eiga samstarf regluverk af þessu tagi af því að minni þjóðirnar bara ráða einfaldlega ekki við það. Þannig að þetta yrði þá leið þá skjól fyrir okkur? Algjörlega, ekki bara fyrir okkur, heldur bara aðrar þjóðir í Evrópu. Þýskaland og Frakkland standa ekkert ein og sér gagnvart þessum þau þurfa líka á samstöðu annarra ríkja í Evrópu að halda til þess að verjast þessari slagsíðu á lýðræðinu sem getur skapast í heiminum með þessu ofurvaldi tæknirisana. Þetta mál, Evrópumáli og Ísland, þetta áraumulega að fara á stað umræðum þetta fyrir 27. Allan svo frjálsumræðin svo bara hér á samstöðinu. Já, ég held að það sé bara mjög mikilvægt og þetta skiptir okkur máli og umræðan þarf að vera djúp og hún þarf að fara fram og það auðvitað alltaf hætta við á því að svona umræða festist í einhverjum skotgröfum en við þyrftum að geta átt góðan tíma þar sem við getum rætt þessi viðfangsefni svona án þess að endilega festast í skotgröfum þó að allir hafi auðvitað sínar föstu skoðanir en þá skiptir rökræðan máli. Já, eins og þú talar getur fá sig þetta svona talað að við einangruð í breyttri heimsmynd að það sé ekki í málið. Við verðum að ganga í bandala þjóða. Já, það mín skoðun að það er þó nokkuð langt síðan að við stóðum á þeim tímapunkti að það var skynsamlegt að stíga slíkt skref en ég held núna erum við komin á þann stað að það er okkur alveg nauðsynlegt að stíga þetta skref. En þegar var verið að greiða atkvæði ES málið á þingi þingflokkur Sjálfstæðisflokksins var ekkert allur með því til að byrja með. Það voru einhverjir sem sátu hjá við atkvæðagreiðsluna og það voru skiptar skoðanir en flokkurinn var auðvitað eindreginn með, tók þátt í að gera þennan samning á loka eða seinni 2 árin og þannig að
að sú andstaða var svona hverfandi. En ég held að sé meiri andstað í dag en var þá við EES-samningin innan Sjálfstæðisflokksins. Nei, menn í andstöðu við EES-samningin, það. Já, þú sérð að það hefur reynst mjög erfitt að koma fram ýmsum málum sem við erum skuldbundin til að koma fram í bara bókun 35. Við sáum að það tók, held ég, heilt kjörtímabil að koma fram breytingum á orkulögum sem snéru fyrst og fremst að hagsmunum neytenda og það var bara vegna veikleika í meirihluta samstarfinu og að það tókst ekki. Já, það talið bara núna. Já, síðasta kjörtímabili og kjörtímabilinu þar áður og sem betur fyrir þetta breytt, það meiri trú á vestrænni samvinnu og mikilvægi alþjóða viðskipta í þessari stjórn heldur en þeirri sem satt fyrir og það auðvitað mjög jákvæð umskipti. Já, þau eru búin að segja, þau eru alltaf að samþykkja bókun 35. Já. Þannig að þá það mál úr sögunni nema að það verði einhver átök í þinginu. Já, auðvitað verður tekist á það, en þetta skiptir nú neytendur mjög miklu máli og þannig að ég hef nú ekki trúaður að það gangi í gegn en auðvitað verður heilmikil umræða það og það líka bara holdt, ég meina það bara mjög nauðsynlegt að ræða þessi mál og hann í kjölinn. Já, maður séð einmitt miðflokkin í leikatafleiki með því að vera endalaust að tala málið fram og tilbaka. Já. Þeir voru bara 4 eitthvað Það maður geta alveg gert ýmislegt. En ríkisstjórnir eiga alltaf spil upp í hendinni. Það að láta Alþingi sitja út sumarið ef þingmenn telja nauðsynlegt að tala mikið þá þarf þingið ekkert að fara í sumarfrí, það hægt að leyfa mönnum að tala bara út sumarið og fram á haust. Já, sem enda stundum finnst manni þannig máli í gangi þó að það ekkert eitthvað svona átökan, það fer bara í sumarfrí. Kannski finnst manni ekki búin að klára vinnuna sína. Það var enda Bjarni Benediktsson og Katrín Jakobsdóttir, þau slitu þinginu ekki fyrir jól eða Já, það sendu þingið að vorlægi mjög snemma heima því það var bara innbyrðis að því að þau komu sér ekki saman og hvaða mál ætti að afgreiða en ég nú að tala bara hefðbundna rökræðu ríkisstjórnar og stjórnarandstöðu og stundum tekur stjórnarandstaða sér mikinn tíma en þá hefur ríkisstjórn alltaf þá stöðu að láta þingið bara sitja út sumarið. menn þetta það refsivandur. Já, það ekki refsivandur þetta bara tilbúin dagsetning að þingið fari heim og það alveg óþarfi að láta svoleiðis tilbúnar dagsetningar komi í veg fyrir að framfara mál nái fram að ganga. Nei. Já, og líka að því að menn eru bara að tefja umræðina vitandi það að það ekki til neins. Já. Já, oft það þannig. Jú, oft bara. Já. Oft, Heyrðu, við erum búin að fara svona Ísland og heiminn, en þá það í Austur-Evrópu, þá náttúrulega, það mikið ógn af Rússum og ekki Úkraínu, en eðlilega eru aðra þjóðir svolítið tvístígandi óttaslegnar jafnvel að hvað gerist ef að Úkraína fellur, þá eru komin það kom fram í gær að Páli Bartósik var sem núna formaður utanríkismála og hann var að tala hvað Pólverjar búin að gera mjög mikið í að efla sinn hernað. Já, ég held að það engin vafi á því og ég held að það sé almennur skilningur á því að Evrópuþjóðirnar
þurfa að styrkja sínar varnir og þær hafa langan tíma reitt sig á afl Bandaríkjanna og núna bara liggur það alveg fyrir að Bandaríkin ekki tilbúin að gera það að minnstakosti ekki með sama hætti og verið hefur. Þannig að Evrópa þarf að taka þessi mál fastari tökum og þó að við séum ekki sjálf með her þá verjum við náttúrulega okkar fullveldi með samningum aðild að NATO og samningi við Bandaríkin og þannig að við þurfum að taka þátt í þessari þróun út frá okkar hagsmunum og okkar stöðu en það eru miklar víðsjár í Evrópu og miklar hættu tímar. Það eru auðvitað stríð og það er því mikið áfall fyrir Atlantshafsbandalagið ef Úkraína yrði leppríki Rússa eftir þessi átök. Því að bandalagsþjóðirnar hafa gefið mikil fyrirheit og hættan auðvitað núna sú að það verði ekki hægt að standa við þau að fullu og öllu. Nei, en það er hinn títtnefndi Trump, hann ætlaði nú að stoppa þetta 1, 2 og 3, þetta stríð, en ég las nú ykkur að frétta að hann gerir sér vonur að geta gert það á skömmum tíma. Já, en það er svona, eru blikur á lofti í þessu og úthald Úkraínumanna sem hefur verið alveg ótrúlegt með auðvitað þessari miklu aðstóð bæði frá Bandaríkjunum og Evrópuþjóðunum. En ef sú aðstóð minnkar að þá veit maður ekki úthald Úkraínumanna. Nei. Heyrðu ekki að segja þetta gott að sinni? Já, bara takk fyrir spjallið. Já, sömuleiðis og ég fæ kannski að hóa í því seinna. Já, það væri bara gaman að því. Já. Heyrðu, og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Allir þættir Samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.